Daginn logg. Það byrja þetta logg frá núna sem allir eru feskir. Og leiðin í morgumat sem á degi 2 í ferðinni. En við erum sem sagt stödd á Tenerife. Og við ætlum að vera með 2 vikur og fyrstu daginn var bara æði. Við erum búin að vera í 1 hálfan dag. Og við erum bara leiðin í morgumat og það er bara að borða. Brynja er eiginlega búin að borða. Hann sér eitthvað brauð, ávexti, egg sýnist mér, skinku. Ói. Óli er í fílu, hann hefur eitthvað í sundlaugina. Ég fekk mér brauð, egg, ananas. Þetta átti að vera frá Óliður en hann vill það ekki. Fekk mér jógurt og smá músli. Andrea tók Óliður í rennibrautirnar og veit ekki að ég ætla að sýna ykkur hérna. Kíkjum á þau. Já, Óliður! Úi! Ég sé ekkert að myndavélinna. En við erum búin að vera úti í örugglega svona klukktíma. Brynjar er aðeins að taka við í rennibrautavaktinni. Óliður er sko sjúkur í þessu rennibraut en ég treysti hann ekki alveg sem ég vil alltaf vera onni í laugin og taka mótanum. Þetta svæði er fyrir litlu krakkana og svo er þetta svæði fyrir stóru krakkana. En Óliður mitti sig í þessu rennibrauti í gær þannig að hann mitt bara fyrir þessa. Kemur hann? Ís fyrir mammu og ís fyrir Óliður. Við Brynjar með súkkulaðís. Brynjar var að labba í inniskónu sínum og allir slitnaði bandið þannig við þurfum að kaupa nýja inniskó fyrir hann. Við erum reynda bara að endast með mjög vel. Já, svona eiga svolítið enginn. Við þurfum að vera í skómissjón á eftir. Við erum búin að vera upp á herbyggi í svona hálftíma. Leiðum Óliður bara að liggja og kúra með duttu. Og hann er miklu, hann var orðinn svolítið þreyttur. Við ætlum að reyna að gefa honum smá svona chill time í hádeginu alltaf, þá líka sólin yfirleitt heitust. Vil ég fá apartment tour? Ok, ég skal gefa ykkur. Housekeeping er ekki búin að koma, þannig að smá svona góðlega. Þetta er smá svona eldhús, mikið þetta verður með steinefni sín hérna. Í alvöru skápapláss og stór ískápur. Þurftum að færa rúmið alveg upp á veggnum, ef við sofum öll hérna. Já, flott, ok, æði, skópláss, æði hérna borð sem maður getur borðað saman á. Óliður að chilla. Svalirnar okkar. Hér er að gera kaffi. Fyrir okkar Brynjar. Nú útsýn okkar. Við erum bara alveg á aðal götunni hérna. Æði róló. Hérna er gósbrunurinn. Fullt af veitingastöðum. Ég veit ekki alveg hvað sem að fá okkur að borða. Hvað er að borða, Brynjar? Við langar smá í salat, sesamsalat. Og franskar. Brynjar er að labba og er þetta ekki heitt? Jú. Ok, við getum farið í búðirnar hérna fyrir neðan hótelið. Já. Já, við erum að fara. Nei. Hvað vilt þú? Að fá þetta. Þetta er dótið. Já. Ok, við fundum fótabúð á útsölu. Og það Brynjar að velja sér gó. Það er bara til í Excel. Við vorum semst búin að pakka sending á Shein áður en að við komum og Shein-bréf er ógeðslega lengi að sendast til Íslands. Þannig hún var ekki komin. Ok, vákar mikið lætið inn henni. Þannig að hann er að kaupa sér nýjar sundbuxur og hann kom bara út með gætt lélegar út af við vorum að vonast til þess að pakkinn myndi vera komin þannig að mamma og pappi geti tekið hann út af mamma og pappi er að koma í dag og joina okkur. En nei, hann er ekki komin. Það er hræður þetta. Hvernig? Það er hræður þetta. Það er. Við vorum að panta okkur gríska jógurtskálar í ógeðslega hjút skálum, hjúts. Þetta átti að vera fyrir Óliður, þetta er líka risastórt. Og útsýni. Við fundum hennar stað bara fyrir tilviljun. En við höfum samt borðað hérna áður þegar við vorum hérna fyrir 4 árum. Mjög gott.
Sunshine fills the sky. Memories of the season in my heart, they never die. Summer days so carefree. Laughter echoes in the air. The joy of the moment is something we all share. Daginn. Það dagur 3 eða eitthvað. Ógeðslega fersk, við erum búin í morgumat í dag. Mamma og pabbi komu sérst í gær. Þau eru sko að gista á sömu hótelkeðju en hinum megin við götuna, þú veist. Ekki sama hótel en sama hótelkeðja. Og einu sinni mátti alltaf flakka á milli en þau eru búin að breyta því núna. En mamma tók mömmu á þetta og hún fekk það í gegn að þau mega að vera hér. Þannig að þau fóru eitthvað að breyta armband og eitthvað lalala. Brynjar er komin í krakkaklúbbinn með Oliver og ég er svo brennd á öxlunum, það var svo vont að sofa í nótt þannig ég fór í búð hérna hliðina og keypti svona sundból. Þetta er sko fyrir 8 og 9 ára og mér sýnist þetta passa alveg á mig og konan eitthvað, já hvað er barnið gamalt eitthvað, og þau var náttúrulega að hjálpa mig hvort þetta myndi passa og ég eitthvað, já ég held þetta passa alveg. Ég vildi ekki segja þetta verð fyrir mig, þetta er 8 til 9 ára. Ég er bara á leiðinni á bekkinn að máta þennan ból og ætla að vera í honum í dag á meðan ég er svona brennd. Mætt í herbergið hjá mamma og pappa. Þau eru með svona útisvæði á jarðhæð. Ég er að drepast úr svona senaskeiðabólgu. Þannig að mamma kom með svona band fyrir mig út. Þau sem sagt eru bara með síðan sundlaug hér en núna mega þau ekki nota hana út af því að þetta var ég búin að segja af hverju. Ég man ekki hvort ég var búin að segja þetta eða ekki. Jú, ég var búin að segja þetta. Þau sem sagt létu skipta þannig núna eru þau með svona gulbönd eins og við, annars hefði verið með blábönd. Þannig að núna mega þau ekki vera á þessu svæði, þau mega bara vera okkar sundlaugarsvæði. Við erum bara að gera hádegismat, Brynjar, Oliver er að taka smá quiet time. Mamma, hvað ert þú að elda? Ég er að reyna að búið til einhverju sósu hérna. Þetta var eitthvað hægt. Með pastasósu frá Íslandi. Þetta er uppáhalds pastasósa mín. Ég vil öll í kekkjum að ég get ekki hrært hana. Nú, á maður ekki að hafa vatni kalt þegar maður... Jú, örugglega. Þú voru að horfa á leik á eftir? Já. Hvað leik? Liverpool hvað? Ég veit ekki hvað hann sagði. Liverpool eitthvað. Pabbi og Brynjar ætla að fara að horfa á einhvern fótboltaleik og ég og mamma ætla að vera með Oliver. Mögulega að kíkja á ströndina. Fórum á ströndina í gær og Oliver elskaði það sko. Bjóstu ekki við því af því að ég fór með hann sem sagt á ströndina á Íslandi í byrjun sumars þegar kom hann að hitabylgjan. Og honum fannst sandurinn ekki mjög næs, þannig ég einhvern veginn var ekki búist til hann væri spenntur fyrir ströndinni en hann var að elska ströndina. Þannig að kannski kíkjum við þangað. Matur! Oliver að horfa. Ég að fá okkur brauð. Viltu brauð? Þú smyrja brauð fyrir hann. Oliver. Það er með smjöri. Oliver. Oliver, sjö það. Hvað er Oliver hér? Sjö. Þetta er Oliver. Taste test. Gjörðulega parmesan. Það er að eldast núna. Hvernig er þetta? Hvernig er þetta? Þegar mamma og pabbi tjekkuðu sig hérna inn í gær frá þeim þá heyrðu þau bara ógeðslega mikið læti eins og einhver væri bara að hlaupa og berja veggina hérna fyrir ofan þau. Mamma var að tjúllast og hún fór að kvarta í afgreiðslunni og sagði að það væri bara eitthvað börn með læti. Svo heyrði mamma bara, hvað heyrðu þau? Ég heyrði bara hjálp, ég er föstinn á baði. Og þá var þetta einhver kona með 2 börnin sín og hún búin að læsa sig inn á klósettið hérna hliðina á og mamma bjargaði þeim. Hún sendi security. Það komið 3 öryggisverðir á björguðu henni. Sýndi armbandið. Hún gaf mér svona og flösku og kom í ljós að hún hafi verið í 4,5 klukkutíma þarna inni. Og hún var bara grátandi þegar það var opnað fyrir þeim. Þannig að mamma bjargaði deginum. Annars hefði þurft að bíða eftir housekeeping bara í dag. Jæja, það er komið kvöld. Mjög mikill vindur í dag. Alveg bara... Hálfmaturinn eru trippin. Við vorum aftur í seinni part sundlaug. Svo var ógeðslega næs að því við vorum að krafna hita.
og ætlum að taka bara hóteldinner í kvöld. Þau eru víst með svona ákveðið mikið vindur. Þau eru með svona hlaðborð á hótelinu sem við getum fengið. Það ætlum að kíkja á það, sjá hvort það lúki vel. Outfit of the day er bara hvítar buxur og gulu bollur og það þýðir ekki að díla við hárið mitt hérna úti. Ég bara hendi í snúð, ég er með svo krullað og frizzy hár. Þannig eina hárgreiðslan sem ég geti verið með er ángurist að hafa það uppi. En ég er að reyna í kvöld að hafa það svona half-left head-down. Sjá hvernig það þornar, þetta var kannski eftir að verða crazy þetta hérna. En já, annars bara að leiðin í mat. Spagetti og brauð. Hæ. Hörru, Með þeim. þú borðar örugglega svona. Ólegar. Það er loksis að borða eitthvað annað en franska, hann er að borða pizza. Það er það, viltu pizza? Já. Það er útisæði á hótelinu. Kjæsa. Já, beigja. Svona. Vel gert, Ólega. Daginn, nýr dagur og ég er að fá mér fyrsta Starbucks í ferðinni. Fekk mér brown sugar shaken espresso. Mjög gott. Við erum sérst bara á Róló. Við vorum að labba hérna fram hjá Óli langaði svo mikið að leika þannig að við stoppum akkurat til Starbucks þannig ég ákvað að fá mér. Við erum búin að vera bara út í sundlaug í allan dag. Endum daginn smá snemma. Við fórum upp á herbergi svona 4-leytið og gerðum okkur til en það er ennþá bara bongo sól og heitt. Já, það er alltaf skrítið að vera búin að vera í sturtu og gera sér til en samt er basically bara ennþá dagur. Þannig að ég ætla að fá mér, eitt kaffi. Planið er að rölta, finna, heyrðu það er ykkur gælur að horfa á mig og vlogga. Allt í lagi. Mér er alveg sama hvort að ég líti asnalega út að vlogga þegar ég er ekki á Íslandi. En hérna, við ætlum að rölta í þessa átt þarna og við ætlum síðan að fá okkur að borða upp í sjóinn. Og vera svolítið á röllinu bara. Ég er í missioni að finna svona blond lightning hárspray sem gerir, hárið ljóst í sólinni fyrir Brynjar. Af því að senst við vorum að tenni þá keyptum við fyrir hann og hárið hans lýstist ógeðslega vel og hún langar í það aftur. Og mig langar alveg að prófa það. Búin að finna það í einu apóteki. En mig langar að reyna að finna aðra típu. En ég er ekki búin að sjá neins þar nema í því apóteki. Þetta er Mickey Mouse. Má ég sjá? Brynja, hvert erum við að fara í dag? Dýragarð. Hvað er dýragarð? Jungle Park. Jungle Park. Óli er að fara í dýragarðin í dag. Það að fara í The Zoo. Já. En fyrst erum við að kaupa skó. Þannig mamma skemmti skóna hérna. Fundum skó. Bara svona fake Crocs í þessari búð. Hvað fegstu meira, Oliver? Fegstu skjaldböku? Einn skjaldbaka. Og einn, hvað er þetta? Einn labú. Ég veit ekki okkur hann veit hvað þetta er. Er glúta Snapchat filter. En hann vildi einn bleikan labú. Sjá hvað þú getur gert, Oliver. Þú getur ítt hér. Það er nýtt andlit. Vá.
Það var ógeðslega heitt en við ætlum að fara í Jungle Park í dag út af því að ég allavega, við eiginlega öll, en ég mest brann svolítið í gær. Þannig að við ákveðum að taka eitt svona ekki liggja og steikja okkur dag og líka bara til að brjóta upp á því við erum búin að vera bara náttúrulega að liggja alla daga í bara á hótelinu. Þannig að við ætlum að taka eitt svona activities dag og fara í Jungle Park sem er svona dýragarður með, ég held að þetta var apar, krókódíll, sædýr og eitthvað svona. Mamma ætlar að koma með okkur en pabbi ætlar að vera eftir. Það er svo heitt. Það er svolítið heitt, já. Það er rúta, Jungle Park rúta sem er... Ég að fara inn. Er það svona heitt? Já, ég skal byrja, þú snýrði í sólina. Og svona þetta er betra. Já, það er Jungle Park rúta sem að kostar ekkert, sem að fer hérna rétt hjá eftir, ég veit ekki svo hvað klukkan er. Fyrir kostar í 12 allavega. Já, hún fyrir eftir svona 25 mínútur. Við erum að fara að labba þangað og taka hana, vondur allavega ekki fullt í hana. Og heldum að sé svona 20 til 30 mínútur á leiðinni í Jungle Park. Þannig að vonandi verður eitthvað loft í þessari rútu. Ég er smá stressuð fyrir rútuferð í þessum hita. Rútan fer síðan tilbaka 4:30 þannig að við tökum hann örugglega bara tilbaka líka. Þannig að þetta eru svona 4 tímar í garðinum. Ætlarðu að sjá krókódílana? Já. Ætlarðu að sjá skjaldbökurnar? Eru Búbú og skjaldbökurnar að leika saman? Þegar við keyrðum hérna til hérna... Ertu í strætó? Engin pabbi. Engin pabbi. Pabbi er hér. Smá ljós. Ólegur er fyrsta strætóferðinni sinni. Það var svo stór strákur. Ertu í strætó? Jungle Park. Og við erum komin í rútuna sem fer í Jungle Park. Eru að fara að skoða dýrin, Oliver? Þú sjá dýrin? Jungle. Jæja, erum við mætt. Ég og Brynjar ældum næst á leiðinni. Það var smá brekka og beygjur. Þetta er ekki þessi dýr hérna? Já. Sneak peek á fyrsta dýrið, Bambi. Óli, Bambi er hér. Hann sér að þetta ekki svona langt. Sérðu Bamba? Óli, ertu með skjaldböku? Má sjá, hver er skjaldbökan? Og fyrir hana. Sérðu, er önnur hér? Aftur hálfum upp. Jæja, mættu að fyrsta sjó dagsins. Brynjar, hversu spenntur ertu? Óli er mjög spenntur, hann er bara smá keks. Þetta er að fara að vera eitthvað fuglar. Hann er í attack mode, sko. Nei, farðu. Já, smá lunch, luxus pizza. Í skugga, við erum að kafna úr hita. Hvernig finnst þér þessi dagur so far? Ég veit sko. Já, smá heitt bara. Ég veit. Mamma, hvernig finnst þér? Já, þetta er mjög skemmtilegur garður en svakalega heitt hérna. Við erum bara að reyna að kæla okkur aðeins. Óli verður líka að kafna úr hita. Þú fór pítsu? Já. Hvað fékkstu? Fékkstu 2 dýr? Það eru takka má kissa. Óli, segð takk. Óli, segð takka má kissa. Nú förum við í sundlaugina. Já, takk. Búinn í dag. Þú er svo Óli, duglegur. segð takk fyrir ömmu. Segð lappa upp á ömmu. Segð takka má. Það var koss. Kess. Amman sem kaupir allt. Eigum við að losa miðan af þeim? Nei, mér er svo heitt. Ég skilji ekki. Við erum svo sveitt. 30 stig hiti í dýragarði. En Óli er búinn að vera ógeðslega duglegur og hann er búinn að skemmta sér konungslega. Hann sé geima.
Þú setjast í vagnin? Nei, bara labba. En við erum ógeðslega spennt að fara á hóteli og hoppa onni í sundlaugina. Góða kvöldið. Það svo bjart úti, við verðum með þessi. Þetta kvöldsólgleraugun mín. Outfit of the night. All white. Og kvöldskotni mínir. Við erum að fara á Bianco að borða, sem er mjög flottur, eða svona fallegur staður hérna. Hann er bara hérna rétt hjá okkur. Ég og Brynjar elskuðum hann þegar við vorum hérna á Tenni fyrir nokkrum árum. Og við ætlum að fara á í kvöld, hann er smá dýr, þannig að þetta er svona fína út að borða okkar, þannig ég er í all white. Það er alveg nokkru dagar síðan hérna tók ég alveg upp seinast. Ég er ekki að taka alla daga upp, en ég man ekki hvað ég vorum að gera seinast. En allavega, við erum búin að vera upp í sundlauginni í allan dag. Mamma tók Ólífer 3-leyti, þannig að við fengum bara leiðilega svona 1,5 tíma, bara 2 að tana, sem var ógeðslega næs. Og hann er ennþá hjá mömmu, þau vil bara hitta okkur í dinner. Þannig við erum bara að bíða eftir að þau séu tilbúin. Já, vika 8 dagar búnir að ferðinni, 6 dagar eftir. Outfit hjá Brynjari. Herðu, það sýnir mér svona. Hvíti outfit check. Hann ætlaði að vera í hvítir skyrtu en hún er svo krumpuð. Þannig að hann er í blárri skyrtu, flottir skór líka. Við erum búin að vera að kafna úr hita út og við erum bara með svona gæja í loftinu. Þannig að maður að lofta í gegn. Minniskortið mitt fylltist, þannig að ég var að eyða gömlum klippum á minniskortinu og ég var svo hrædd að eyða einhverjum framkvæmdarvídeónu út af því að ég er næstum búin með það, ég lofa, það átti að koma upp á undan þessu, en bara ykkur er ekki tilbúið og mér langar að sýna ykkur bara loka results, þannig að það tefst aðeins og mér finnst ógeðslega skrítið að vera að byrja á nýju vloggi því ég er að taka upp annað vlogg, skilurðu, en voru margir byrjar að senda á mig hvenær næsta vídeo kemur og hvort ég geti vloggað til henni og okkur svona, þannig að ég hlusta bara á ykkur. Við erum að klikka að krakka. Hæ. Hæ, sæti minn! Fín? Takk. Hefur þú borðað? Já. Við erum að fara svo snemma því það var allt fullbókað nema klukkan 5:45 alla daga vikunar. Það er sko eins og mamma hafi gefið Ólífer svona 5 ísa. Nei. Hann er svo crazy right now. Hann leitaði sko öllu í símanum. Ég bauði hann Snapchat, vídeo, leiki. En hann vildi bara koma að hlaupa. Hvar er hann? Þannig að við erum að hlaupa. Við erum að borða hér. Ég pantaði mér pasta og bruschetta. Brynjar, ég pantaði bruschetta til að deila. Og pantaði franska fyrir Ólífer, það er búið að vera matur ferðarinnar fyrir hann, pizza eða franskar. Hann er náttúrulega erfiðasta barn í heimi þegar kemur mat. Ja, þetta lítur vel út. Matur. Erum við öll með pasta? Það er bara parmesan service. Jú. Ég sagði það. Gurka. Ég veit það ekki. Is this cucumber? Rice, please. Course rice. And stuff. Thank you. Thank you, friend. Thank you. Thank you, my friend. Jæja, góða kvöldið. Klukkan er að ganga 7 á sunnudegi og ég er að labba bara á hótelinu á mamma og pappa. Þau eru einhvers staðar hér og svo sundlaugin hér. Við stálumst til að vera í sundlauginni þeirra núna seinni part dags og hún er sko miklu þægilegri heldur en okkar sundlaug og það er svo rólegt hérna og bara næs, þú veist, maður getur fengið bekki á ógeðslega bara þægilegum stöðum, það er ángríns. Það er svo mikið chaos á okkar hóteli, það er bara allir að ráðast á bekkina og ekkert laust og við erum alltaf lengst frá sundlaugunum og öllu og eitthvað. En þetta er ógeðslega næs væp á þessu hóteli, þetta er Parque Santiago 4 og við erum á 3. Þannig já, við vorum hér í dag. Natalia kom í gær, óvænt.
Hvar ísinn? Búin að segja við mig daginn eitthvað svona að hún væri að skoða að koma en sagði svo að þetta væri of dýrt og eitthvað. Og var bara hægt við og síðan bara erum við eitthvað í gær hjá mömmu og pappa og þau verða alltaf í hennu, mamma verður alltaf í hennu gæst skrítin og fer eitthvað svona heimtaði fyrir mig út í einhverju búð. Þannig við fyrir mig einhvern göngutúr út í búð og það er Natalia að bíða eftir mín. Það var mjög fyndið. Hæ! Hæ, vlogg. Sorry, ég er búin að vera svo léleg að taka upp seinni helming ferðarinnar. Ég var ekki einu sinni, ég ætlaði að taka upp, þú veist, ég var að byrja að vlogga í senstu klippu, eitthvað Natalia var nýkomin og við vorum að fara að gera eitthvað því, þú veist, ég man ekki hvort ég sagði það. En Natalia kom sem surprise, ég held ég að vera að reyna að segja það í senstu klippu. Natalia kom surprise út og hún er búin að vera með okkur senstu daga, þú veist, við erum búin að fara í Aqualand og ströndina og bara vera sundlega bakkanum og eitthvað. Ég er stödd núna í svona herbergi til að sturta, við erum búin að checka okkur út og við fengum bara svona lítið herbergi til að fyrir sturtu. Ég þarf að fara eftir 10 mínútur út úr því. Brynjar og Ólífur eru bara sundlega bakkanum en við erum sérst bara að fara heim núna og mér fannst ég þurfa að enda þetta vlogg áður en ég kæmi heim og ég er ógeðslega eitthvað ekki fersk, ég reif mig í sturtu. Þetta er átfitið fyrir flugvöllin og svo er ég með kósí buxur og peysu með mér. Já, tein er bara búið í bili, tein er búið. Þannig að vonandi maður ég klippa þetta eitthvað saman, mér finnst líka svo skrítið að vlogga, þú veist, ég hef sagt þetta á þér, ég vlogga alltaf og síðan edita ég daginn og svo næsta þetta held ég áfram að vlogga og edita þann dag, þannig ég veit alltaf hvað ég er búin að vera að segja og gera því svo oft kvarta ég svo mikið út úr myndbandinu. Þannig að, já, sjáum hvort ég ná ekki að edita þetta eitthvað næs, skemmtilega og hendi þessu upp fyrir ykkur. Það er svolítið langt síðan senst YouTube myndbanda var, þannig að vonandi fannst ykkur gaman að sjá vídeo frá mér. Endilega thumbs up ef ykkur fannst þetta skemmtilegt vídeo, þið vilja að ég sé duglegri að posta í haust. Ok, þið líka viti, það eru einhver sem vita, haust er mitt season. Það koma einhver reset vídeo og þegar ég tók smá series fyrir ári, þá var ég að gera, þú veist, ágúst reset, september reset, oktober reset og því að haustið er bara mesta svona reset season fyrir mér. Ég held svo góðri rútínu á haustin. Þannig að kannski þarf ég að gera eitthvað þannig í haust og koma mér aftur í rútínu. Þannig að já, takk fyrir að horfa!